Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Heilagi Guð, þú sem ert móðir miskunnsemdanna og faðir allrar huggunar, við komum hér saman í Dómkirkjunni í dag til að kveðja og heiðra minningu Guðrúnar Helgadóttur. Láttu þessa kveðjustund í helgidómi þínum, hjálpa okkur til að finna fyrir nálægð þinni og kærleika. Svo við treystum orðum frelsarans þegar hann segir: verið hughraust, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í nafni hans. Amen. Predikarinn ritar: en sá ég undir sólinni, þar sem rétturinn átti að vera, þar var ranglæti, og þar sem réttlætið átti að vera, þar var réttleysi. Ég sagði við sjálfan mig: hinn ráðvanda og hinn óguðlega mun Guð dæma, því að hann hefur afmarkað tíma öllum hlutum og öllum verkum. Ég sagði við sjálfan mig: þetta er gert mannanna vegna, til þess að Guð geti reitt þá, og þeir sjá að þeir eru sjálfur ekki annað en skepnur. Því að örlög manns og örlög skepnu eru hin sömu. Eins og skepnan deyr, svo deyr og maðurinn, og allt hefur sama andan, og yfirburði hefur maðurinn enga fram yfir skepnuna, því að allt er hégómi. Allt er sömu leiðina. Allt er af moldu komið og allt hverfur aftur til moldar. Hver veit hvort andi mannanna fer upp á við eða andi skepnunnar niður á við til jarðar. Þannig sá ég að ekkert er betra
en að maðurinn gleðji sig við verk sín, því að það er hlutskipti hans. Hver kemur honum svo langt að hann sjái það sem verður eftir hans dag. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig snälla, för nu är jag ganska trött och med en så förfärligt alena. Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort, och jag tänker på allt det där man borde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort, men det är så väldigt lite jag gjorde. Skynda dig älskade, skynda älska, dagarna mörknar minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort, och som du kunde hjälpa mig att finna. En sommar går förbi, den är alltid lika kort. Den är drömmen om det man kunde vinna. Du kommer kanske någon gång, för kyllingen blir blå, innan ängarna är torra och tomma. Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då på något sätt att få allting att blomma. Skynda dig älskade, skynda älska, dagarna mörknar minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut. Nu blåser storm där ute och stänger sommarens dörr. Det är för sent för att undra och leta. Jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyra kring kustens långa kust, och över många vilsamma vandrar. Det enda sak är viktigt, och det är hjärtans lust, och att få vara samman med varandra. Skynda dig älskade, skynda älska, dagarna mörknar minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut. Í Galatabréfinu er ritað: Berið
hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Amen. Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir: horfið á fugla himins og hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, en sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Kæri söfnuður, ég heilsa ykkur með kveðju postulans, náð sé með ykkur og friður. Amen. Ekkert verður til í tómarúmi og allt á sér samhengi og ekkert er nýtt undir sólinni. Krafan réttlæti gengur eins og rauður þráður í gegnum Biblíuna, bæði Gamla testamentið og hið nýja. Réttlæti handa snauðu fólki. Fornleifa uppgröftur fyrir botni Miðjarðarhafs rennir stoðum undir að misskipting á tímum Jesú hafi verið gríðarleg. Meðan almenningur var sligaður af skattheimtu Rómverja og lifði við kröpp kjör, einkenndist lífið í höll Heródesar af munaði og vellystingum. Boðskapur Krists endurómar einmitt þessa staðreynd. Þegar Jesús hvetur til þess að menn horfi á fugla himins og liljur vallarins, er hann ekki að gera lítið úr áhyggjum fólks af afkomu sinni, þvert á móti. Hann er hins vegar að hvetja fólk til að gefa áhyggjunum ekki of mikið rými, því það er komið í veg fyrir að menn getur notið lífsins. Hann er jafnframt að benda á að nautna líf og efnishyggja er ekki megin markmið lífsins. Liljur vallarins og fuglar himins eru táknmyndir það að hamingjuna er fremur að finna í því einfalda og hversdagslega og því sem enga peninga kostar. Mér finnst vel við hæfi að við hugleiðum þetta þegar við komum hér saman til að minnast og kveðja Guðrúnu Helgadóttur, sem var ekki nema nokkra ára gömul þegar hún var farin að brjóta heilann réttlætismál, svo sem hvers vegna faðir hennar bæri ekki meira úr býtum og hví væri svona mikil misskipting í veröldinni. Hún sá fegurðina í því að hlúa að liljum vallarins, að rækta garðinn sinn í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Og hún var heldur ekki upptekin af efnislegum gæðum, heldur miklu fremur af gefandi tengslum í samfélagi manna. Guðrún Helgadóttir fæddist í Hafnarfirði 7. september 1935 og var frumburður foreldra sinna þeirra Ingigerðar Eyjólfsdóttur og Helga Kristjáns Guðlaugssonar. Hún ólst upp ásamt 9 systkinum í litlu húsi við Jófríðarstaðaveg sem kallað var Blómsturvellir. Og móður afi hennar og amma áttu þetta hús, svo þetta var 14 manna heimili þegar mest var. Lífsbaráttan var hörð og fátækt nánast í hverju húsi, en samhjálp og samkennd þeim mun meiri. Faðir hennar var togarasjómaður og lítið í landi, en móðir hennar húsfreyjan lagði sig fram að hafa skikk á sínu liði og megin áhersla var lögð á að börnin væru hrein, kæmu vel fyrir og höguðu sér vel. Guðrún var bráðgert barn og Ingibjörg amma hennar, sú sem gekk prjónandi á milli húsa, kenndi henni að lesa. Og sagan segir að 3 ára gömul hafi hún staðið upp á borði í bókaverslun Long og lesið hátt og snjallt og vakið bæði aðdáun og bros viðstaddra. Og hún fór snemma að hjálpa til og axla ábyrgð á yngri systkinum og enda þótt hún hafi síðar haldið því fram að móðir hennar hafi aldrei sagt þú, heldur alltaf þið, við þau systkinin, þá var hún bæði sjálfsörugg og kotroskin. Hún hóf skólagönguna hjá Sankti Jósefssystrum og þar komst hún í kynni við evrópska menningu sem systurnar báru með sér inn í plássið. Og þar kviknaði án efa áhugi hennar á því að rækta garðinn sinn. Henni gekk vel að læra
var gjarnan efst í bekknum og það kemur ekki á óvart að hún var mikill lestrarhestur og fastagestur á bókasafninu þar sem að Magnús Ásgeirsson skáld skammtaði henni verðugt lesefni. Á þessum tíma þegar afþreying var af skornum skammti hafði hún ofan af fyrir sjálfri sér með bókum og ríku ímyndunarafli og skapaði þannig sinn eigin ævintýraheim. Þegar hún lauk landsprófi frá Flensborg sá doktor Bjarni Aðalbjarnason, íslenskukennari, ástæðu til að ganga á fund foreldra hennar til að hvetja til þess að hún fengi að ganga menntaveginn. Og þrátt fyrir bágan fjárhag fjölskyldunar fór hún í MR. Enda voru þau meðvituð að leiðin til þægilegra og eftirsóknarverðara lífs væri í gegnum menntun. Hún lét að sér kveða í félagslífinu á menntaskólaárunum, tók þátt í starfi herranætur, stóð fyrir upplestra kvöldum ungskáldra og skrifaði í skólablaðið og eignaðist marga góða vini. Oft sátu þau á Laugavegi 11 eða í herbergjum út í bæ og létu gamminn geisa. Flest voru þau frá traustum borgaralegum heimilum en ekki úr verkamannastétt eins og hún sjálf. Hún varð heimilisvinur skólasystkina þar sem voru góð efni og rík menning og það hafði á hana djúp áhrif á þann veg að hún sóttist í listir, fegurð og innihaldsríkt líf. En andstæðurnar í lífsskilyrðum landsmanna gerðu hana líka að sósíalista. Eftir að hún lauk stúdentsprófi vorið 1955 innritaðist hún í lögfræði og lauk fílunni en vegna takmarkaðs aðgengis að námslánum varð hún að hverfa frá námi og fara að vinna fyrir sér. Starfaði hún sem rektorsritari í MR í áratug og sinnti því starfi af mikilli röggsemi. Margir menntskælingar gátu þakkað henni fyrir að falla ekki á mætingu. Því hún hringdi iðulega á morgnana í þá sem ekki voru mættir á tilsettum tíma og rak þá á lappir og sagði þeim á kjarnyrtri íslensku að koma sér í skólann. Á menntaskóla árunum kynntist Guðrún Hauki Jóhannssyni. Þau felldu hugi saman og gengu í hjónaband árið 1957. Hörður sonur þeirra fæddist sama ár. Haukur fékk styrk til að fara utan til náms en Guðrún og Hörður litli voru heima. Þau Haukur skildu eftir 2 ára hjónaband. En árið 1964 giftist hún Sverri Hólmarssyni, menntaskólakennara og þýðanda. Þeirra börn eru Þorvaldur, Helga og Halla. Þau slitu samvistir eftir tæplega 20 ára hjónaband. Guðrún var heimavinnandi skeið en fjölskyldan bjó í 2 ár í Edinborg. Sú dvöl hafði mikil áhrif á Guðrúnu. Því fátæktin var þar útbreidd og það rann henni til rifja hve aðstæður barna voru bágbornar. Enda voru málefni þeirra henni ávallt hugleikin. Þegar fjölskyldan sneri heim, bjuggu þeir sér heimili í Skaftahlíð og þau áttu marga vini og heimilið var opið og gestkvæmt. Rík áhersla var lögð á fagurt líf þar sem tónlist, menning og bókmenntir skipuðu veglegan sess og vinir fundu sig velkomna. Þessu kynntust félagar barnanna vel. Þau Sverrir deildu þeirri sameiginlegu sýn að líta með aðdáun til þess hvernig félagslegur aðbúnaður var á Norðurlöndunum. Og börn Guðrúnar þekktu vel hina fáuðu hönnun Alvars Aalto í Norræna húsinu. Þangað sem farið var í hópferð með fjölskyldinu helgar til að lesa bækur og blöð og kynna sér það sem efst var á baugi í fyrirheitnu löndunum í Skandinavíu.
En auðvitað var líka kíkt í dönsk slúður og kvennablöð. Því þrátt fyrir ást sína á sósíalisma var Guðrún einlægur aðdáandi konungshúsanna á Norðurlöndum og fylgdist náið með nýjustu fréttum af þeim fransískinum eins og nána ættingja væri að ræða. Árið 1972 var hún ráðin deildarstjóri félagsmála og upplýsingadeildar Tryggingastofnunar ríkisins. Hjá þeirri stofnun gerði hún gangskör í því að dreifa upplýsingum tryggingabótakerfið meðal almennings og vera bótaþegum innan handar við lausn ýmissa vandamála. Ekki nokkur vafi á að í þessu starfi aflaði hún sér vinsælda fyrir þjónustu, lund og dugnað í því að greiða úr málum fólks. Og ekki minnkuðu vinsældir hennar eftir að hún gaf út bókina tvíburabræðurna Jón Odd og Jón Bjarna sem hún fékk barnabókaverðlaun Fræðsluráðs Reykjavíkur fyrir árið 1975. Þá stóð Guðrún á fertugu og þar með hófst langur og farsæll rithöfundaferill. Hún taldi bækur hjálpa börnum að skapa sitt eigið ævintýri, sitt eigið líf og hún hafði köllun til að skrifa fyrir þau. Varð bara að skrifa og var yfirleitt fljót að því. Óvitar var skrifað á 4 dögum og ástarsaga úr fjöllunum á 1 nóttu, enda þótt sögurnar væru vitaskuld lengur í gerjun. Hún var líka fljót að skrifa sig inn í hug og hjörtu landsmanna með sinni ríku frásagnargleði og skýra boðskap. Bækurnar tókust á við alvöru málefni, áföll, sorgir og erfiðleika, flóknar tilfinningar og þær fjölluðu skemmtilega og klára krakka, fötluð börn og geðvonda unglinga. Bækurnar voru skrifaðar af einstöku innsæi, gleði og kímnigáfu og voru þess vegna bæði fyrir börn og fullorðna. Hún ritaði og gaf út á 3. tug bóka á árunum 1974 til 2010 og henni hlotnaðist margvíslegur heiður og fjölmörg verðlaun og viðurkenningar fyrir ritstörf sín sem of langt mál væri að telja upp hér. Ég má enga síður til með að nefna að hún fékk verðlaun Jónasar Hallgrímssonar árið 2005 fyrir framlag sitt til íslenskrar tungu og norrænu barnabókaverðlaunin árið 1992. Auk þess hlaut hún stórriddarakross hinnar íslensku fálkaorðu árið 1991. Þótt Guðrún hefði ekki gert neitt annað en að skrifa bækurnar sínar, þá hefði það verið mikilsvert ævistarf og dýrmætur menningararfur fyrir íslensk börn sem hún skildi eftir sig. En afköstin hennar voru drjúg, því hún stóð líka í stafni stjórnmálanna og var einn af forystumönnum Alþýðubandalagsins árabil. Hún var kjörin í borgarstjórn Reykjavíkur árið 1978 og sat þar 1 kjörtímabil og átti án efa þátt í sigri flokksins það ár. Í desember árið síðar var hún kjörin til setu á Alþingi Íslendinga og þar átti hún sæti fram til 1995 og var varaþingmaður kjörtímabilið á eftir. Guðrún hafði köllun til að stuðla að því að fólk í landinu gæti lifað góðu lífi og hún taldi raunar að höfuðskylda alþingismanna væri að stuðla að fögru mannlífi. Þessi sýn hennar endurspeglaðist í þeim málum sem hún beitti sér sérstaklega fyrir, en hún lét sig einkum varða heilbrigðis- og tryggingamál, mennta- og menningamál og málefni barna. Guðrún hafði mikla persónutöfra og gat heillað fólk upp úr skónum og fengið fullan sal af fólki á sitt band eða til að engjast af hlátri. En hún var ekki fullkomin
frekar en aðrir, því hún gat verið skaphörð, hvatvís, hvöss og óvægin. En hún hikaði heldur ekki við að finna því sem henni þótti gagnrýni vert og fara sínar eigin leiðir. Það er allsendis óvíst að flokkssystkinum hennar hafi alltaf fundist hún þægileg í samskiptum eða auðveld við að eiga. En hún naut mikils persónufylgis í kosningum og eignaðist vini og nána samstarfsmenn á vettvangi stjórnmálanna langt út fyrir eigin flokksraðir. Hún tók virkan þátt í alþjóðastarfi þingmanna, sat í þingmannanefnd EFTA og lengi á þingi Norðurlandaráðs og naut hún þess mjög að starfa á þeim vettvangi. Haustið 1988 var hún fyrst kvenna kosin forseti sameinaðs Alþingis og var þingforseti fram að kosningum 1991 og einn af varaforsetum Alþingis það kjörtímabil sem í hönd fór. Í forsetatíð hennar voru undirbúnar miklar breytingar á skipan þingsins og sett ný þingsköp. Hún stóð fyrir ýmsum umbótum og skrifstofu Alþingis og lagði áherslu á að þingstörf gengju greiðlega og til þess lét hún til dæmis gera fyrstu starfsáætlunina árið 1988. Hún hafði mikinn metnað til að auka vegsemd og virðingu Alþingis. Í viðtalsbókinni Stríð og söngur eftir Matthías Viðar Sæmundsson segir Guðrún meðal annars: List er lífsnauðsynleg hverri manneskju og hverri þjóð. Hún er þýðingar meiri en stjórnmáli. Miðjan 10. áratuginn þegar Guðrún sat ekki lengur sem aðalmaður á þingi og tóm gafst frá örnum stjórnmálanna, gaf hún sig að þýðingar meiri hlutum, að listinni og fegurðinni og var eftirsótt í skólaheimsóknir með bækurnar sínar. En þýðingar mest var kannski að nú hafði hún rúm til að sinna fjölskyldunni sinni sem einmitt á þessum tíma var sístækkandi því barnabörnunum fjölgaði ár frá ári. Og þau voru fastagestir á heimili ömmu Rúnu sem hafiði einstakt lag á börnum. Og þau nutu skilyrðislausrar ástar hennar og athygli. Hún lék við þau, sagði sögur og teiknaði myndir og hún var líka meistari í að gera veislu úr nánast engu. Og í kringum allsnægtarborðið í stofunni ríkti gleði og góður andi. Og enda þótt henni hafi stundum þótt skorta upp á svigrúm fyrir einkalíf og uppvaxtarárunum, þá vildi hún helst af öllu hafa margt fólk í kringum sig. Því hún var bæði félagslynd og vinamörg og hana dreymdi stórt fjölskylduhús þar sem margar kynslóðir byggju og hægt væri að rækta garðinn sinn. Þessi draumur varð að nokkru leyti að veruleika á Túngötunni, þar sem hurðin var alltaf opin fyrir vinum og vandamönnum og skyldir og óskyldir dvöldu lengri og skemmri tíma í kjallaranum. Því Guðrún var bæði örlát og gestrisinn og þess nutu margir. Enda þótt hún væri vinamörg, þá var hún í raun og veru mikil prívatmanneskja. Og það kom því fjölskyldinu óvart þegar bókin Sitji Guðs englar kom út, því hún var augljóslega byggð á persónulegri reynslu. Enda sagði víst einn bróðir hennar: Ég vissi að Rúnar systir ætti eftir að skrifa sögu brotna grindverkið. Í lífi sínu og starfi var hún ávallt trygg uppruna sínum. Samkenndina sem hún lærði í Hafnarfirði í bernsku lagði hún sér að hjarta og lét hana fylgja sér í gegnum allt lífið. Afkomendur hennar segja að hún hafi haft svo ríka þörf fyrir að hjálpa fólki að það hafi jaðrað við þráhyggju. Og enda þótt hún væri kvik og fim í hreyfingum og alltaf á hlaupum á sínum háu hælum, var hún lítið gefin fyrir að stunda heilsurækt eða hreyfingu. Bíllinn var hennar yfirhöfn. Hún fór iðulega á honum út í sjoppu, þótt það væri ekki nema 50 metrar.
og það hvarflaði ekki að henni að tölta niður tunggötun í vinnuna. En hún gleymdi sér í garðinum sínum, tímunum saman. Þar átti hún sínar yndisstundir. En hámark útivistar upplifunar var að fara í berjamó og fá sér sígó í guðsgrænni náttúrunni. Guðrún vildi alls ekki horfast í augu við það að reykingar væru skaðlegar heilsunni. Fyrir meira en áratug fór heilsan að bila og smám saman hallaði undan fæti og lífsgæðin rýrnuðu. Síðustu misserin dvaldi hún á hjúkrunarheimilinu Mörk. Sýnt var að lokakaflinn í lífssögu hennar var upprunninn. Í viðtalsbókinni Stríð og söngur sem áður var vitnað til segir Guðrún: Mín lífsskoðun er á vissan hátt trúarleg, því að hún felur í sér tilbeiðslu eða lotningu fyrir sköpunarverkinu. Ég held að okkur beri heilög skylda til að margfaldast og uppfylla jörðina, rækta hana og erja. Núna finnst mér dauðinn vera eðlilegt framhald. Af okkur vaxa kvistir, börn og bækur sem viðhalda lífinu. Stundum finnst mér líf mitt hafa verið eins og löngu og flóknu sögurnar hans Eyjólfs afa sem hann sagði okkur systkinunum undir súðinni í Hafnarfirði. Þær hófust með einum atburði en greindust síðan í allar áttir. Svo fljótlega var upphafið gleymt. En einhver tíma í miðri sögu fór hún að hallast í áttina að upphafi sínu og á endanum sat gamli maðurinn með alla þræðina í hendi sér. Ég held að ég sé núna einhver staðar í miðri sögu og vona að ég hafi alla þræðina í hendi mér þegar ég dey. Lífssaga Guðrúnar Helgadóttur var að ýmsu leyti flókin og sannarlega löng og hún skilur eftir sig marga fagra kvisti. Sagnameistarinn sjálfur hélt auðvitað á öllum þráðum í hendi sér og spann þá fagurlega til hinstu stundar. Þess vegna fékk sagan góðan endi. En hún heldur áfram. Guð blessi minningu Guðrúnar Helgadóttur og geymi hana í eilífðinni. Amen.
Biðjum saman í Jesú nafni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilegi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þeim sem ekki trúa og til vegsemdar líð þínum. Miskunnsami Guð, við þökkum þér fyrir líf Guðrúnar Helgadóttur og fyrir það að við fengum að eiga hlutdeild í lífi hennar. Blessaðu allar góðar minningar og láttu þær halda áfram að vera uppsprettu gleði, visku og kærleika. Við treystum því að þú hafir nú umvafið hana þinni elsku í eilíðinni. Vaktu yfir afkomendum hennar og öllum vinum og vandamönnum sem sakna og syrgja. Umvefðu þau öll kærleika þínum og gef þeim styrk, æðruleysi og frið. Hjálpaðu okkur hverju og einu að rækta með okkur von og lífsgleði, þrátt fyrir brothættan heim og veruleika dauðans. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Að útförinni hafa borist góðar kveðjur frá systur Guðrúnar, Unni og eiginmanni hennar Gunnbirni, sem áttu því miður ekki heimangengt í dag. En við skulum rísa á fætur meðan moldað er. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Hver sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Hér við skiljumst, en hittast munum á fegins degi fyrra. Drottinn minn gefur dauðum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Við skulum taka undir sálm séra Hallgríms. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.